Sojakjöt. Grillið var fundið upp fyrir kjöt. Ég hérna með smá sojakjöt. Til að skella á grillið. Já. Ekkert mál. Bara goðakjöt á grillið. Goði. Alltaf góður. Júlíus Tryggvason, fyrir knattspyrnumaður, leikjahæstumaður Þórs frá upphafi í efstu deild og þú ert trúlega með þeim leikjahæstu í Evrópudeildinni líka þó hafi aldrei leikið fyrir Þór í Evrópudeild. Lóli, nú þetta stór dagur í lífi Þórs. Já, það rétt. Þetta náttúrulega bara frábært að þetta sé komið. Það er búið að bíða eftir þessu lengi. En ég nú lúmska grunn að ef þessi blessuðu keppni hefði verið á sínu tíma þá væri nú Þór búinn að spila nokkra leikina. Þar sem að Þór var nú alltaf með bestu liðunum hérna áður fyrr, sko. Lóli, þið voru oft bara alveg með tætnar á hliðlínni, alveg við það að detta inn. Já, hann vantaði hestlumuninn hann í nokkuð skipti. En svona var þetta bara. Það var eitthvað sem vantaði upp á. Lúli, strákarnir gerðu góða ferð til Írlands og náðu markalausu jafntefli. Er ekki bara raunhæft að ætlast til þess að þetta geti orðið alvöru leikur í dag? Jú, að sjálfsögðu. Þeir náttúrulega náðu þessu jafntefli að nútíð, þannig að þeir náttúrulega hafa sjálfstraust og annars slíkt hérna á heimavelli í dag. Þannig að mér finnst nú að menn hljóta að vera gíraðir í leikinn, þannig að sjá það að þetta er alveg hægt. Hefur þið kynnt eitthvað þetta ískalið? Nei, ég veit ekkert þetta blessalið. Maður veit náttúrulega þessi lið náttúrulega bara ætla að segja boltið. Þetta er náttúrulega tarfa boltið verulega. Þótt að ég efast ekki að séu flinkir leikmennarnir milli, þá ég veit nú lúmska grunn að þetta sé nú svona gangi meir út á svona fysikal bolta. Þótt ég veit það ekki. Lúli, ef þú væri 20 árum yngri þá hefur þið haft gaman að því að fara og taka á þessum írum. Ekki svekkja mann meir. Þetta var maður nú búinn að bíða eftir hann að vera í Þórstreyjunni og spila svona leik. En það er bara gaman að vera hérna núna í dag og fá að horfa á þetta. Lúli, þú ert í Þórstreyju og þú ert að taka þátt í uppbytunni hérna með þeim. Þú væntanlega ekki til þess að hlaupa inn á, eða þú ert eitthvað að tuska Rækko til og gera klóra henni marki? Já, ég verið svona aðeins í kringum þetta. Jú, ég hef verið að dunda mig með Rækko og Sella og þessum markmönnum og hef haft gaman að og Palli bauð mér að vera hérna í dag, þannig að ég þáði það. Mást það ekki hendur á móti þegar Palli Gísla kallar? Nei, og ég myndi biðja mig að fara inn og færi inn og. Lúli, þú starfað sem fangavörður á Akureyri. Voru Írarnir með einhvern uppsteyt hérna í gærkvöldi og gistu einhverjir hjá ykkur í nótt? Ég bara veit það ekki, ég er konið í sumafrí þannig að ég forðast að koma hann upp yfir þegar ég er í fríi. Ég hefði kannski átt að beina þessi spurninga að myndatökumannum okkar og Fleimbói sem hann er nú við það að handjóða með þeir eru með einhvern uppsteyt. Já, ég held að það væri gáðalega að spyrja hann. Þú ert bara hótelstjóri? Ég er hótelstjórinn bara. Lúli, viltu spá fyrir leikinn? Ég vil ekki bara segja, við tökum þetta 1-0. Og dönsum í fram á rauð og nótt kátir? Sjálfsögðu. Lúli, þakka fyrir. Takk.